Toppslagur umferðarinnar var Rimma Aftureldingar og Hauka. Einar Baldvin Baldvinsson átti stórbrotin fyrri hálfleik í marki Aftureldingar og dró allan mátt úr Haukum. Stórsigur Mosfellinga staðreynd. Slakt gengi Íslandsmeistara Fram hélt áfram gegn FH. Hafnarfjarðarliðið virtist ætla að kjöldraga Framara, en góður endasprettur heimamanna kom í veg fyrir stórt tap. 2 marka sigur FH á endanum. Rimma HK og IBVF var spennandi lengst af, en frábær endasprettur Eyjamanna gerði útslagið þar sem Andri Ellingsson fór mikinn, en faðir hans Erlingur Richardsson var fjarri góðu gamni á bekknum vegna veikinda. Loksins gátu ÍR-ingar fagna sigri í deildinni. Þeir unnu gríðarlegan mikilvægan sigur gegn Þórsurum. KA-menn unnu Selfyssinga nokkuð örugglega á Akureyri. Gestirnir áttu möguleika í síðari hálfleik að gera leikinn spennandi, en allt kom fyrir ekki. Valsmenn unnu næsta auðveldan sigur gegn Stjörnunni á heimavelli og þeir virðast vera sterkasta liðið deildarinnar þessar mundir. Hér séum við úrslitin í tölum, ekki mikið jafna leiki, það var svona smá spenna þarna í kórnum, en síðan dró í sundur og þetta ÍR Þór, það var spennandi lengst af. Lítum á stöðuna, 12 umferðir að baki. Haukar og Valur á toppnum með 18 stig, Afturelding með 17 KA 16, FH 15, IBVF 10 og svo sjáum hérna neðri hlutan Stjarnan og Fram með 10 stig, HK 8, Þór Selfoss með 7 og ÍR-ingar konur með 5 stig núna, þannig að þetta að verða mjög svo forvitnilegt